Komið sæl, velkomin aftur í Silfrið. Þau eru komin tíminn hérna nokkrir fyrirverandi þingmenn, hokin hafa reynslu og ég ætla að ræða aðeins við þau þennan kafla í nýja stjórnarsáttmálanum eflingu Alþingis og hvað þau, svona byggt á þeirra reynslu, halda og vilja að sé gert til þess að hægt sé að gera þetta, efla Alþingi og auka virðingu þess. Ég ætla að minna aðeins á viðtalið sem ég ætla að sýna hérna eftir við hana Ann-Marie Engtoft Lassen sem við ætlum að fjalla eins fjórðu innbyltinguna, en við byrjum hérna á þessum þingmönnum, Guðmundur Steingrímsson, fyrirverandi formaður Bjartar framtíðar, Steinunn Valdís Óskarsdóttir, fyrirverandi borgarstjóri fyrir Samfylkinguna, Ragnheiður Elín Árnadóttir, fyrirverandi ráðherra Sjálfstæðisflokksins og Björn Valur Gíslason, fyrirverandi varaformaður Vinstri grænna. Velkomin öll sömul. Guðmundur, ég ætla að byrja á þér. Þetta eru fögur fyrirheit og virtist vera hérna aðeins sem að allir voru saman nauðsyn þessa og kannski oft verið rætt þetta áður en ekki tekist sem skildi. Hvað finnst þér að þurfa að gera til þess að það sé raunverulega hægt að efla Alþingi og svona færa það nær framkvæmdarvaldinu? Já, eða fjær. Já, í völdum, þarf að segja. Eða sko það sé sjálfstæðara og einmitt auðvitað heggum maður eftir þessu í stjórnarsáttmálanum að það er beinlínis minnst á að þetta sé sáttmáli það að styrkja Alþingi bara strax í upphafi er það sagt. Og það er fallegt og flott og mér finnst alveg hárréttur tónn sleginn í því að efla nefndirnar, en þess að nefndarstarfið er hjartað í starfi Alþingis. Þar fara hlutinni fram og oft alveg ótrúlegir hlutir og það veistu, það sem að kynntist í þingmennsku var hvað rosalega oft þverpólitísk mögnuð vinna var unnin í nefndum og að gera styrkja það og líka segja fólki aðeins meira frá því. Já, þetta er mjög falin vinna oft. Svo er spurningin, það er hægt að gera ákveðna hluti, bara breytingar, sem myndu strax breyta Alþingi tímis betra að mínu viti. Eitt er til dæmis að forseti Alþingis sé sjálfstæðari. Hann er núna algjörlega bara valinn af ríkisstjórnarflokkunum. Og það kom oft upp þær aðstæður í þinginu að þetta er mjög bagalegt. Það sem að maður vill að forsetinn sé meira að tala fyrir hönd þingsins heldur en bara ríkisstjórnarflokkana. Þannig að ég gerði það nú að tillögu minni þegar ég var þingmaður að forseti Alþingis yrði kjörinn með auknum meirihluta af þingi, þannig að hann yrði alltaf að sækja umboð sitt til stjórnarandstöðu þingmanna líka og myndi þá verja þingið gagnvart framkvæmdarvaldinu. Þetta er mjög auðvelt að gera. Svo verður að breyta þingsköpum, þannig að það sé ekki svona auðvelt að stoppa mál með málþófi, breytingarnar á þingsköpum frá 2007 voru algjörlega misheppnaðar að mínu viti. Það gerði það verkum að 4-5 þingmenn geta bara haldið þingin í gíslingu og það er ekki réttlátt. Miklu frekar að búa til aðra öryggisvendla eins og það að þriðjungur þingmanna geti skotið umdeildum málum í þjóðaratkvæði. Það væri miklu heilbrigðara. Hérna nefni ég tvennt sem væri hægt að gera sem myndi strax auka virðingu þingsins og sjálfstæði þess og svo hefur við auðvitað eftir að sjá líka hvaða fjárveitingar fylgja. En ég held að þetta sé mjög brýnt og gott að ríkisstjórnin slæðir allavega þessar áherslur. Steinunn, tekurðu undir þetta? Ég menna það liggur alveg fyrir það þarf að styrkja þingi með augljóslega auknu fjármagni og jafnvel mitt bara miklu fleiri starfsmönnum sem geta unnið eitthvað rannsóknarvinnu. Er þetta eitthvað sem að þér fannst vanta? Ég held að allir sem að hafa verið á Alþingi geti tekið undir þetta og þetta er reyndar ekkert nýtt, menn hafa talað margoft þetta að það þurfi að efla Alþingi og styrkja Alþingi en mér finnst hins vegar eins og það sé meiri alvara í þessu núna og þetta er sem sagt ávarpað með sérstökum hætti í þessum stjórnarsáttmála sem að ég tel að vinnu góða og mér finnst svona bragurinn á nálgun í sáttmálanum varðandi það hvernig talað er og til Alþingis annar heldur en að hefur verið svona í gegnum árin. En svo er nú líka eitt annað varðandi þetta með Alþingi sjálft sem vinnustað og það efla Alþingi að þá hefur mér alltaf fundist þetta vera dálítið svona ég held að Alþingi er bara vinnustaður eins og bara stofnanir, ráðuneyti og önnur fyrirtæki og maður vill bara að þessir vinnustaðir fungeri og þeir gangi og maður svona sem utanaðkomandi og horfandi á vinnustaðin utanfrá vill maður ekkert neitt hafa einhverja sérstakar skoðun á því hvernig fólk vinnuna sína. Þú veist, hvort það situr hlið við hlið í kaffistofunni eða fer saman út í frímínútunum eða þið vitið, vinnubrögðin í sjálfu sér eru bara mál vinnustaðarins en þú vilt að þetta fungeri og það er aðalatriðið. Þegar ég sagði að mér þingmennsku 2010 þá hélt ég stuttaræðu þar sem ég lagði mitt áherslu á það
að mér finnst að fólk þyrfti að taka höndum saman og fara að breyta samtalinu inn á Alþingi. Alþingi mjög dysfunctional vinnustæður, svo ég sletti. En það á ekkert erindi út. Það á bara erindi inn á við á vinnustæðinu og ef að fólki þar ber gæfu til þess núna að breyta vinnubröðunum og bara tala meira saman og einbeita sér að því að ná fram góðum málum, þá hljóta bara allir að fagna því og ég segi bara fínt. Það var bara gott ef þetta tekst. Ragnheiður, Steinunn segir einmitt þetta er ekkert nýtt, þetta verður talað um þetta oft. Akkur heldur þetta sé að ná í gegn núna? Er þetta þessi krísa sem við erum búin að vera að horfa á, kannski grunninn frá hruni, sem að veldur því að núna er kosið tvisvar ársfresti og eitthvað neginn. Stjórnmálin komin í smá þrot? Já, ég er sannfærð að það hefur mikið með þetta að gera. Ég held að þeir sem skrifuðu þennan texta og við öll sem hér sittum og erum að horfa núna utanfrá inn á þingið og höfum setið þar og þjóðin öll sé komið með nóg af því að stjórnmálin virka ekki. Og ég held að krafan í þessum kosningum hafi beinlínis verið, nú skulu þið fara, við ætlum að kjósa ykkur, þið þurfum að vinna úr þeirri stöðu, gera það af ábyrgð og láta okkur svo í friði 4 ára. Og ég held að forystumenn ríkisstjórnarinnar átti sig kannski manna best á því, hafandi farið í gegnum þetta samtal núna 2 ár í röð með allt ólíkum hætti. Það komu allir einhvern veginn á gormunum og að stífir seinast, vil ekki vinna með þessum, alls ekki þessum og eitthvað. Það fór eins og það fór. Þannig að núna horfir fólk á þetta og sér að það þarf meira til. Það þarf að breikka liðið, bara við erum svo upptekin af fótboltanum. Það þarf að breikka það og það þarf að passa upp á það að allir fái hlutverk við sitt hæfi. Ég held að hrunið og eftirmálar þess hafi mikið að segja, vegna þess að ástandið í stjórnmálum hefur verið vont. Ég náði, og við Steinunn Valdís náðum nokkrum mánuðum fyrir hrun, ég var aðstofamaður ráðherra 9 ár þar á undan og ég veit alveg hvernig andrúmsloftið var. Fólk tókst á og á að takast á hugmyndir og pólitík, það er það sem þetta snýst um, en fólk fór saman út í frímínútu þá. Og svona gat sleppt pólitíkinni þegar það kom úr ræðustól. Þegar við Björn Valur vorum hins vegar saman að þingja eftir hrun og við vorum að hlæja því áðan að það svona, við vitum ekki, við erum halva óörugg sko, við vitum ekki alveg hvernig við erum að hafa okkur vegna þess að við gátum ekki opna munnin hvort við annað án þess að hnakrífast. Og það var alveg sama þótt að hefði komið góð hugmynd frá honum á þeim tíma, ég hefði aldrei viðurkennt það og ég vissum að það er gagnkvæmt. En nú erum við mestumátar og þetta kannski, ég veit ekki alveg hvernig honum líður með það. Það er allir eftir að venjast þessu. Já, og það er kannski, þú veist, við erum kannski birtingamynd þess sem fólk er búið að fá nóg af. Bara sorry með það. Þannig að Játtalur, hvað þarf að gera? Sko, það er ekki eins og hafi ekkert verið gert. Það hefur margt verið gert gott sem við breytingar í þingstörfum á undanförnum árum. Bæði eins og Guðmundur nefndi hérna áðan hafa verið gerðar tilraunir þess árið 2007. Sumtæki tók, sumtæki. Það voru sett í þingskapalög eftir hrun. Þessi að nefndastarfinu var eiginlega umbylt. Það var frá grunni. Staða stjórnarandstöðunnar er sterkari núna heldur en verið áður. Það er að segja starfsfólki var efld, stjórnarandstöða verið með formennsku í nefndum og svo framvegis. Þannig að það hefur margt gott verið gert svo við höldum því til haga og það er allir sem þátt í því. En það þarf að gera betur, það er alveg greinilegt og tónninn í stjórnarsáttmálanum er bæði gagnvart þessu, gagnvart þinginu, að efla þingið með því að vísa málum hreinlega sem ríkisstjórnarflokkarnir bara kjósa að taka ekki á sjálfur, vísa þeim til þingsins, þverpólitískra nefnda, ég nefni orkumálin, ég nefni stjórnarskrána og fleira, það komið allir að þeim málum til að leysa þau. Síðan má nefna líka hvernig þessi stjórnarsáttmáli er gerður, það er að segja við hvernig það verður til, hann verður til í samtali við aðila út í samfélaginu, stéttarfélög, samtök atvinnulífsins, ASÍ, Landspítalan, fulltrú öryrkja, aldrara og svo framvegis. Þannig að yfirbragðið og svona innihald stjórnarsáttmála sem Steinunn nefndi hérna áðan, það er öðruvísi hvað þetta varðar heldur en við höfum áður séð
og það veit þá gott held ég, en við skulum líka ekki gleyma því að Alþingi er pólitískur vinnustöður og það verður aldrei þannig að störfum þingsins verið breytt þannig að það öll mál verði leyst í mesta bróðerni og samkomulagi. En það má fara aðra leiðir að útkljá mál þetta hefur verið gert hingað til að mörguleyti, ég er sammála því. Við það vona að það takist. En mér langar aðeins einmitt út af þessu sem að Björn Valur segir að Alþingi er auðvitað pólitískur vinnustæður og við mögum þetta aldrei gleyma því. Ég var í 16 ári stjórnmálum, hafði atvinnu mína af því að vera stjórnmálumar. Ég var bara 1 ár í minnihluta. Það var sko himinn og haf og þetta eina ár sem að ég afplánaði, vil ég nefnir að segja, í minnihluta var leiðilegasti tíminn sem að ég var í stjórnmálum. Vegna þess að sko kúltúrinn á Íslandi er þannig, bæði í sveitarstjórnum og inn á Alþingi, að það er meirihlutaræði, hvort sem okkur líka betur eða verð. Og ég er ekki alveg að sjá fyrir mér að það sé að breytast, en það er svona viðleitni til þess að tala meira saman og draga fólk til verka þar sem allir eru sammála. Og það er kannski aðalatrið, en við búum við meirihlutaræði og það er meirihlutinn á endanum sem er kosin til að fara með völdin og hann ræður. Og það eru leikreglurnar. Það er lýðræði. Ég er algjörlega sammála þessu. Við eigum aldrei að hverfa frá því að því að Alþingi er málstofa þar sem ólíkar skoðanir koma fram og svo er það, leikreglurnar eru þannig að meirihlutin ræður. En til þess, og kannski aftur á Alþingi, þegar við komum inn á þing við Steinunn, þá var nýmæli sem var sett á laggirnar að landsbyggðarþingmenn höfðu aðstofamenn, pólitíska aðstofamenn. Það var átt að trappa þetta einhvern veginn upp en það var þannig að það voru 3 þingmenn sem saminuðust um einn aðstofamann eða skiptu starfshlutfallinu. Og þetta var liður í því einmitt að gera, þetta byrjaði á landsbyggðarþingmönnum og átt að sinna kjördæminu, en það átti og markmiðið var að útfæra þetta og ég held að þetta sé eitthvað sem maður þarf að taka upp aftur vegna þess og alls ekki bara fyrir landsbyggðarþingmenn, ég hef verið bæði landsbyggðar og þéttbýlisþingmaður, að núna á þessum 10 ára sem hefur liðið þá hefur álagið á þingmann aukist sko, til mikill að muna ef eitthvað með samfélagsmiðlunum, með þessu stöðuga árit og kröfum svör og upplýsingar og allt þetta og hafandi verið bæði aðstofamaður ráðherra og verið ráðherra með aðstofamann, þá er ótrúlega gott þó að sé ekki nema bara að geta tekið samtali við einhvern áður nú ferð bóðaður í útvarpi eða þarft að gefa álit og eitthvað. Þannig að þannig sé ég líka hægt leið til að styrkja Alþingi, að styrkja þingmennina til þess að geta sinnt vinnunni sinni með allra besta móti. Bara þetta hlýtur að eiga einmitt við alla þessa stjórnarandstöðu flokka sem eru orðnir óvenjulega margir og litlir sumir og þeir tölur náttúrulega sérstaklega þetta Píratarnir og áður borgaraflokkurinn þau kannski voru ekki með nægilega marga þingmenn til þess að manna nefndir og töluðu oft það að þau þurftu að sitja hjá og þau hreinlega bara þekktu ekki málin. Það hlýtur að þurfa sérstaklega einmitt að fá fólk með þessum flokkum til þess að hjálpa þeim að komast yfir allt sem þau þurfa að gera. Já, og mér finnst þetta allt lúta að því að það verður þetta er spurningum ákveðið viðhorf til lýðræðis, hvað lýðræði er. Ég er ekki alveg, get ekki skrifað undir það að lýðræði snúist bara að kjósa á 4 ára fresti og svo allir að fara að hugsa með eitthvað annað, sko, svona eins og Ragnar Elín var svona þessi hugmyndum lýðræði og svo ræðu meirihlutin. Mér finnst, og ég voni sig ekki að snúa út úr orðunum, en þetta, já kannski aðeins, en ég er að reyna að lýsa samt ákveðnu viðhorfi til lýðræði sem gegnum gangandi á þinginu, sem svona svolítið valdaorientera lýðræði, sem birtist í því að ríkisstjórnarflokkar hafa, ég hef alltaf verið í minnihluta, samt komið í gegn fullt af málum, sko, bara í gegnum nefndir og alls konar svona, það er alveg hægt. En það sem gerist í þessu, er að svo gerist eitthvað í samfélaginu. Það þarf að gera eitthvað mjög akút og það eru 4 dagar eftir að þinginu. Og það kemur bara fáralega umdelt frumvarp frá ríkisstjórnarflokkunum inn í þingið, ekkert búið að tala við neitt og stóð kannski aldrei til. Og hvað eiga þá stjórnarandstöðu þingmenn að gera? Eiga að sitja bara og segja já, við þá í samstöðuna samþykkjum við þetta allt, þó að þið segja kannski bara algjörlega á móti þessu. Eina leiðin sem þið gera þegar þið eru að upplifa það skiljanlega að forsetinn ekki á þeirra máli, hann ekki að tala þeirra máli, þá bara hægt að fara í pontuna. Það er bara hægt að vera með leiðindi. Og þetta er ég veit ekki hvort að svona menn sem eru að miklum vilja gerði til þess að breyta þessu, eins og Guðmundur Andri sem satt hérna áðan og fleiri,
Veit ég hvað þeir munu gera ef þetta moment skapast síðan í þinginu núna? Og það fullt af málum sem ekki teft á í þessum stjórnarsáttmála. ESB, breytingar á sjávarútvegskerfinu, breytingar í neytendamálum og landbúnaðarkerfinu, breytingar á stjórnarskrá sem ekki þarna. Þess vegna þetta ekkert mjög breið stjórn. Fullt af málum sem ég brenn fyrir sem ekki þarna. Þau munu koma inn í þingið og hvernig verður þá brugðist við? Það er auðvitað prófsteinninn. Og ég held að það sé að gera ýmsa hluti til breytingar á þinginu til þess að tryggja það að það verði lýðræðislega hvernig verður tekið á þeim málum. Takk fyrir þetta. Mér langar aðeins að því með ykkur rétt í lokin, Steinunn og Ragnheiður. Ég get eiginlega ekki sleppt ykkur á þess að tala um þessa MeToo-byltingu. Af því að sérstaklega þegar stjórnmálakonur komu út með sína sögur og svo náttúrulega í kjölfarið komu konur í listum og vísindum og þetta í gangi allstaðar, ekki bara á Íslandi heldur alþjóðlega. Og þið eruð dæmi konur sem sérstaklega þú náttúrulega, það var mjög bara vegið að þér áður en að þú hættir á Alþingi og þú hefur aldrei fengið að verða undir umræðu lestinni. Tengið þið vel við þessa umræðu og þessa byltingu og haldið að þetta hefði mögulega geta hjálpað ykkur í ykkar störfum á sínum tíma? Já, ég tengi svo sannarlega vel við þetta og þegar þessi umræða fór að stað að þá fékk ég svona eiginlega, þetta kom allt tilbaka þar sem að ég lenti og að því leitinu til var þetta svona ákveðin þerapía að gangi í gegnum og ég held að margar konur hafi hugsað það sama. Það eru núna tæplega 8 ár síðan að ég lenti í mínu ofbeldi, vil ég leyfa mér að segja og ég hugsa stundum tilbaka og svona kemst að þeirri niðurstöðu að kannski hafi ég ekki brugðist rétt við á sínum tíma vegna þess að það ofbeldi átti náttúrulega ekkert að líðast og ég held að ég satt undir því að þekktir nafngreindir menn hvöttu aðra karlmenn til þess að fara heim til mín og nauðga mér. Og ég hugsa stundum ef að þessir menn hefðu til dæmis og þeir hvöttu til nauðgana á mér vegna starfa minna í stjórnmálum og vegna þeirra mála sem ég hefði barist fyrir, sérstaklega í borgarstjórn. Og ég hugsa stundum hvernig samfélagi hefði brugðist við og hvernig lögreglan hefði brugðist við ef að það hefði komið ákall frá þessum mönnum að fara heim til Dags B. Eggertssonar og nauðgunum. Ég held að það hefði verið brugðist öðruvísi við. Þannig að þessi MeToo-bylting, hún var bara svona fyrir mig svona ákveðin hreinsum og ákveðin losun og ég held að margar konur séu í sömu sporum. Mínir gerendur hafa verið nafngreindir. Ég kaus að gera það vegna þess að það rataði allt í fjölmiðla. Mjög margar konur hafa ekki kosið að nafngreina sína gerendur og mér finnst það allt í lagi. Vegna þess að það er fjöldinn nafnlaus eða undir nafni sem að skiptir máli. Ég held þetta sé bara byrjunin á einhverju stórkostlegu. Ragnheiður, tekur undir þetta? Já, ég nú svona íhaldsmaður að ég myndi aldrei segja lengi lifi byltingin en í þessu tilfelli þá það bara lengi lifi byltingin og þarna þarf byltingu til þess að breyta. Og ég fór ekki gegnum Þetta er alltaf fordæmalaust. Þetta er algjörlega fordæmalaust og þegar Steinunn segir ég hugsa tilbaka og spyr hvað gerði ég, hefði ég getað brugðist við öðruvísi? Ég held að við öll, og ég fæ bara núna gæsahúð fyrirgefið þegar ég segi þetta, við erum öll að hugsa það, af hverju brugðist við ekki öðruvísi við? Og ég held að það sé það sem að ég tengd allavega við þegar mér var búið að fara í þennan hóp. Þú veist, ég held fyrst, og ég hef sagt það áður, ég held fyrst þetta væri bara eitthvað sem að vinstri kellurnar væri núna farnar að hjóra einu ferðin enn. Svo fer ég að lesa þetta. Og ég fer að skoða sögurnar og ekki bara eitthvað gróft ofbeldi eða svona dæmi heldur bara kúltúr. Bara einhvern veginn hvernig tala við þig, hvernig hlutirnir eru gerðir og ég hugsaði bara þetta er ekki eitthvað sem að snýra að hægra eða vinstri, þetta snýr bara að einhverju kúltúr sem við erum búin að fá nóg af. Og svo sér maður þetta út allt núna og í öðrum stéttum og í fjölmiðlum og uppáhalds fjölmiðlamaðurinn minn í Bandaríkjunum var rekinn núna í vikunni og maður einhvern veginn, þú veist, hreinsum þetta út og passum svo upp á þetta verði ekki. Þú veist, ekki láta þetta svo detta til í sama horfið og ég tek algjörlega undir það með Steinunni að maður finnur að þetta er eitthvað öðruvísi. Við höfum oft talað að stjórnmálin eru einhvern veginn búin til, þetta er gamalt búið til af karlmönnum og við erum svona í gestahlutverki en
Ég held að við séum öll bæði kallar og konur núna samanlega það að það ekki. Nú höldum við boðið saman og setjum saman gestalista. Nú já, aðeins kannski réttilega ljúka þessu. Ég finna það bara þegar ég siti hérna og við erum að tala um þetta. Ég hef ekki talað um þetta opinberlega. Að ég fer næstu bara að gráta. Þið verður bara að afsaka. Að já, þetta bara þannig. Og ég held að ég vil bara þakka allum þessum konum sem tófu þessa vegferð. Þannig að þetta skiptir máli. Takk þér. Fyrirgefðu. Allt í góðu. Takk ykkur öllum kærlega fyrir komuna, þið stelpur. Við ætlum að fara núna í viðtalið mitt við Anne-Marie Engtorst Larsen, sérfræðing hjá Alþjóða efnahagsráðinu, World Economic Forum og við ræddum hina 4. innbyltingu sem stefnir á ógnarhraða í áttina til okkar.